Góða kvöldi, gott fólk. Gott að sjá ykkur, svona þegar reykurinn sest. Halleluja. Velkomin á páskamót. Einhver svona svolítið glaðir yfir því að vera komnir. Halleluja. Halleluja. Við ætlum að lesa hérna í Salmi 105. Sálmur 105. Þakki drottni ákalli nafn hans. Gerið máttaverk hans kunn meðal þjóðanna. Syngið honum lof, leikið fyrir hann, segið frá öllum máttaverkum hans. Hrósið yður af hans heilaga nafni. Hjarta þeirra sem leita drottins gleðjist. Leiti drottins og máttar hans. Leiti sífellt eftir augliti hans. Minnist dásemdaverkana sem hann vann, tákna hans og dómana sem hann kvaði. Þér niðjar Abrahams þjóna hans, synir Jakobs sem hann útvaldi. Hann drottinn Guð vor, víða veröld gilda boð hans. Halleluja! Við höfum stóran Guð, við höfum stóran og mikinn Guð. Halleluja, og ekki að rísa á fætur og lofa hann. Hann sem sigur vann. Takk, Jesus. Fullkomið líf hans var, sú fórn sem hann þar gaf. Sjá hann þar í nafni kærleikans, brotinn en dýrlegan, allt fyrir mig hann gaf. Þetta Jesús í sinni dýrð, gaf sitt líf, fullkomna
eilíft líf. Halleluja. Takk Jesús. Við ætlum að lofa Guð saman í kvöld. Einhver með okkur í því? Við ætlum að lofa Guð saman í kvöld. Hann verður þess að vera lofaður og upphafinn. Takk Jesús. I know a name that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name, it's the only name that saves, and it's worthy of all praise. Come on, so I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your name, I have a king.
fyrir því í dag, drottinn Guð. Bara leggjum þessa stund í þínar hendur, drottinn Guð. Ég þakka þér fyrir að segja í þín orð að sem að 2 eða 3 eru samankomnir, þar ertu mitt á meðal. Ég þakka þér fyrir að þú ert hér í kvöld, drottinn. Þú ert hér til þess að mæta okkur, þú ert hér til þess að tala inn í líf okkar, þú ert hér til þess að snerta við okkur, drottinn. Þú ert hér til þess að setja fangan frjálsan, drottinn Jesús. Þú ert hér til þess að mæta þeim sem ekki þekkir þig, Jesús. Og við lofum þig í kvöld. Við lofum þig í kvöld, drottinn Jesús. Við þökkum þig fyrir verkið sem þú vannst á páskálum, drottinn. Þegar þú fórst á krossin fyrir syndir mínar, syndir okkar allra, drottinn Jesús. Og þú sigraði dauðan. Þú reisti frá dauðum til þess að við mættum eignast samfélag við þig. Samfélag við föður okkur á himnum, drottinn Jesús. Takk heilagi Faðir. Halleluja, amen. Gott að sjá okkur í kvöld, verið hjartalega velkomin á páskamót vegarins. Jóstan, hann talaði til okkar í gær. Hann talaði að við erum réttlætt. Við erum réttlætt vegna þess verk sem að Jesús gerði. Af því að hann dó á krossinu fyrir mig og þig. Þá erum við réttlætt. Og það segir í síðara Korinthubréfi 5. kafla, versi 21, Guð dæmdi Krist, sem þekkti ekki synd, sekan í okkar stað, til þess að hann gerði okkur réttlátt í augum Guðs. Hugsið ykkur að ég og þú, að við erum réttlátt í hans augum. Þrátt fyrir öll mín mistök, þrátt fyrir allt sem ég hef gert rátt, þrátt fyrir öll þín mistök og það sem þú hefur gert rátt, allt sem við hefum gert rátt, öll okkar mistök, þá erum við samt réttlátt í augum Guðs. Hugsið ykkur, við getum komið fram fyrir hann og hann sér okkur sem syni og dætur sína réttlátt fram fyrir honum. Amen. Og fyrra Pétursbréf, 3. kafli og vers 12 segir, því að augu drottins hvíla á réttlátum. Þau hvíla á réttlátum. Þau hvíla á mér og þér. Og eyru hans hneigjast að bænum þeirra. Þau hneigjast að bænum þeirra. Vitið, við getum lyft bænum okkar upp til hans. Við getum lyft því sem við erum að gangi gegnum upp til hans. Við getum lyft vandamálum sem stöndum frammi fyrir til hans. Sjúkdómurum sem við erum að berjast við, getum við lyft upp til hans. Og við getum verið viss það að hann heyrir bænir okkar. Af hverju? Af því að augu drottins hvíla á réttlætum og eyru hans hneigjast að bænum þeirra. Amen. Eigum við að rísa á fætur og biðja saman? Eigum við að lyfta upp okkar bænaröfnum til drottins? Því sem að við stöndum frammi fyrir, því sem að við erum að berjast við? Eigum við að lyfta því upp til hans? Í þessari fullvissu að hann heyrir bænir okkar. Og við vitum að hann þráir og hann vill grípa inn í okkar kringumstæður. Trúum því saman núna, verum saman í einingu og biðjum til Guðs og verum vissum að hann heyrir bænir okkar. Halleluja, drottinn Jesús. Drottinn Guð, við komum fram fyrir þig, drottinn Guð. Þú þekkir eitt og sérkvæmt okkar. Þú þekkir hvað við erum að gangi gegnum. Þú þekkir það sem að við stöndum frammi fyrir, drottinn, og þú þráir að grípa inn í aðstæður okkar. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þegar við biðjum, drottinn Guð, að þá breytir alltaf aðstæðum okkar, að þú breytir alltaf okkur. Þú gerir alltaf eitthvað í okkar lífi, drottinn Guð, þegar við komum fram fyrir þig. Og við biðjum þér, drottinn Guð, að grípa inn í aðstæður okkar allra. Hvað sem það er sem við erum að berjast við. Það getur verið vandamál í hjónabandi, það getur verið fjárhagsörðugleikar, það getur verið húsnæðisvandi, það getur verið sjúkdómar, það getur verið svo margt. Samskipti við börnin okkar, samskipti við foreldra okkar. Þú þekkir okkur, drottinn, og við biðjum þig að grípa inn í aðstæður okkar. Ég biðjum að koma með kraftaverk, drottinn Guð, og breyta aðstæðum okkar til þess betra, drottinn Guð. Þá megi reisa upp það sem er brotið og gera það heilt, drottinn Guð. Komdu með lækningu, drottinn Guð, komdu með lausn, drottinn Guð, og heilbrigði í Jesú nafni. Í Jesú nafni, og líðurinn sagði, Amen, sem þýðir verði svo. Amen. Halleluja. Við erum búin að eiga frábæra stund saman þessa helgi. Við vorum hérna á 5. daginn, þá voru konurnar í kirkjunni, komið hérna saman yfir 70 konur. Frábær stund. Í gær var Jósteinn að tala til okkar og þetta var frábær stund. Nærvera Guðs var hérna og nærvera Guðs er hér í dag. Amen. Við ætlum að halda áfram í kvöld. Jósteinn ætlar að tala til okkar og
Á morgun, ég ætla að segja ykkur það frá því sem er að gerast á morgun, hér klukkan 12 í hádeginu. Þá ætlum við að hafa brauðsbrotningu, við ætlum að brjóta brauðið saman og drekka bikarnum til að minnast þess sem Jesús gerði fyrir okkur. Að hann dó á krossinu fyrir mig, hann reis upp frá dauðum fyrir mig, hann gerði það fyrir mig og hann gerði það fyrir þig. Og vitið þið að það við þetta loforð að hann elskar okkur. Hann elskar okkur öll. Þess vegna kom hann til jarðarinnar. Þess vegna kom hann og fór á krossin. Af því að hann elskar okkur. Og við viljum að minnast þess þegar við komum saman á morgun og brjótum brauðið. Minnast þess sem hann gerði fyrir mig og þig. Og síðan í framhaldinu þá ætlum við að vera með skírn. Hvað ég gerir amen við því? Við ætlum að vera með skírn. Að skýra það sem að vilja taka nýtt trúarskref á göngu sinni. Og það segir í Postulasögunni 8. kafla, vers 12: Nú trúðu menn Filipusi þegar hann flutti fagnaðarerindið ríki Guðs og nafn Jesú Krist. Og svo segir, og letu skýrast. Þeir heyrðu fagnaðarerindið og tóku trú, og næsta skref, næsta sem þeir gerðu var að taka skírn. Bæði karlar og konur. Svo segir meira að segja Símon. Meira að segja Símon, sem hafði verið að stunda töfra. Hann tók trú. Hann var skírður og gerðist mjög fylgisamur Filipusi. Fólkið tók trú á Jesú og tók svo skírn. Og það er það sem við ættum að gera sem næsta skref eftir að við tökum trú. Það er að taka skírn og segja og standa opinberlega og segja, ég fylgi Jesú. Hann er minn drottinn, ég fylgi honum. Það er það sem skírnin hún snýst að við tökum stöð með honum. Að við gröfum gamla manninn, þegar förum ofan í vatnið og við rísum upp sem nýr maður og stöndum með honum. Fylgja honum, ég ætla að fylgja Jesú. Það er það sem skírnin snýst Og ef þú hefur ekki tekið þetta skref að taka skírn, þá er tækifæri fyrir þig hér á morgun klukkan 12. Og ég hveti til að taka þetta skref ef þú hefur ekki gert það nú þegar. Amen. Amen. Síðasta sem ég ætla að gera í bili, ég ætla bara að segja að ég er svo þakklátur fyrir Jóstein og Britt. Ég er svo þakklátur fyrir að þau kjósa það að vera með okkur þessa helgi. Þau kjósa að vera með okkur þessa páskahelgi. Þau hefðu geta verið heima í Noregi og verið með fjölskyldunni sinni. Þau hefðu geta verið þar í dag og borða páskalamb með dætur sinni og syni sínum og barnabörnum en þau kjósa að vera hér. Þau kjósa að vera hér með okkur. Og ég er svo þakklátur fyrir þau. Þessa vináttu og þeirra fórn og þeirra hjarta að vilja vera hér. Þau elska hérna staðbundnu kirkju. Þau elska þessa kirkju, þessa staðbundnu kirkju hér í Reykjavík. Þau elska hérna staðbundnu kirkju í Evrópu. Og Jóstein er búin að vera á ferðalagi núna held ég 3 vikur. Ferðast Evrópu til að aðstoða og tala til kirkna. Hvetja kirkjur áfram, predika orð Guðs. Ég var með honum fyrir 2 vikum í London, þar sem hann var að predika orð Guðs. Hann var að hvetja kirkjuna áfram. Byggja upp kirkju Krist hér á jörð. Og mér langar svo að við getum blessað þau. Að við getum sendt þau héðan burtu, að þau verða blessuð, að þau blessa okkur og við blessum þau. Segir enginn amen við því? Og mér er svo gaman, mér er svo flott vers í Lúkasar Guðspjalli, 8. kafla, sem segir að eftir þetta fór Jesús borg úr borg, þorp úr þorpi, predikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Jesús fór allt til að predika orðið. Og það er það sem Jóstein er að gera. Hann er að fara Evrópu, hann er að predika orðið. Síðan segir, með honum voru þeir 12 lærisveinarnir og konur nokkrar læknar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kölluð Magdalena, 7 illar höfðu farið úr, Jóhanna, konu Kúsa, ráðsmann Heródesar, Súsanna og margar aðrar. Margar konur sem fylgdu þeim. Svo segir, þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Og okkur langar í dag að blessa Jóstein og Britt. Okkur langar að hjálpa honum í starfi sem hann er með fjármunum okkar. Ég var að taka þátt í því í kvöld. Þannig
og það er engin kvöð. Ef þið viljið taka þátt í því að blessa frá okkur, þá getum við gefið inn í kirkjuna í kvöld. Það eru upplýsingar, hérna bankanúmer og það er posi aftast. Gefum frá okkur, verum fólk sem að blessum frá okkur. Verum kirkja sem að blessum aðra. Ég vil gera það. Amen. Skulum rísa á fætur og biðja saman. Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir einn og sérhvern sem hér er í kvöld, Faðir. Ég bið þig að gefa okkur, leggja á hjart okkar, Drottinn Guð, það sem að þú vilt að við gefum, Faðir. Og það er enginn sem er nauðugur, Drottinn Guð, það er enginn sem verður að gefa, Faðir. En það sem að við gefum í kvöld, Drottinn Guð, ég bið að blessa það, ég bið að margfalda það, Drottinn Guð, að það megi vera blessun fyrir aðra, og ekki bara hér á landi, heldur alla Evrópu, Drottinn. Að það megi vera blessun fyrir Jóstein, og það sem að hann fer, Drottinn Guð, þá megi blessun þín fylgja honum, Faðir. Ég bið að margfaldir þá fjármuni sem koma inn í kvöld, Drottinn Guð, og margfaldir það í höndunum okkar, margfaldir það í höndunum á Jóstein, Drottinn Guð, þannig að það megi vera blessun fyrir aðra, megi vera blessun fyrir þjóðina, megi vera blessun fyrir þjóðirna, Drottinn Jesús. Takk Jesús, í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Við viljum að halda áfram að lofa Guð áður en að Jóstein kemur til okkar og predikar orð Guðs. Verum eftirvæntingafull fyrir því sem að Guð vil gera. Væntum þess að Guð tali til okkar í kvöld. Af því að hann vill tala til þín og mín og okkar allra. Amen. Krjúpa mun í lofgjöf, lofar alveg látlaust lambi Guðs. Öll þau sem undan gengu og þau sem trúfast senn, lofa alveg látlaust lambi Guðs. Þitt nafn er það æðsta, þitt nafn er það mesta, þitt nafn ofar öllu er. Allt vald, þign og máttur, hver staða og hver kraftur, þitt nafn ofar öllu er. Syngur himins her, helgur allt sem skapað er. Þitt nafn er það mesta,
mesta þitt nafn ofar öllu er. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur þitt nafn ofar öllu er. Þitt nafn það æðsta, þitt nafn það mesta, þitt nafn ofar öllu er. Allt vald, tign og máttur, hver staða og hver kraftur þitt nafn ofar öllu er. Syngur himins her, helgur allt sem skapaði, helgur hátt hafin er, helgur heimur lofsöngin. Jesús, hittum konunginn. Jesús, þú valdir Jesús, Jesús þú valdir Jesús, Jesús Halleluja. Takk Jesus. Takk Jesus. Allt mitt líf ég syng nú þitt nafn og ást, þar finn ég við þitt faðm. Jesús það nafn sem á vörum ég. Í hvers sem hrífur mig það svo fallegt er. Það eitthvað við þitt nafn, það eitthvað við þitt nafn, það eitthvað við þitt nafn og ég hrópa helgur, því ekkert annað nafn, því ekkert annað nafn, því ekkert annað nafn, Jesús verður. Sem vil þig á, þú mér nær og betri víst enginn fær. Jesús það nafn sem á vörum ég. Hvers sem hrífur mig það svo fallegt er. Það eitthvað við þitt nafn, það eitthvað við þitt nafn, það eitthvað við þitt nafn og ég hrópa helgur, því ekkert annað nafn, því ekkert annað nafn, því ekkert annað nafn, Jesús
Jesús þitt nafn sem morgun sólin hún færi ljós og myrkri fer. Þú upprisan og lífið Jesús, Jesús þitt nafn líf og lækning mín. Þitt nafn það stillir storm sem hvín. Þú aldrei bregst, þú háborg mín. Jesús, Jesús, þú lífsins brauð sem brotið þú særður varst en verður þú upphaf alls, þú kemur senn. Jesús, Jesús, því gröf fékk ekki haldið þér. Þú konungur þér heiður ber, það nafn sem öllu æðra Jesús, Jesús það nafn. Jesús það nafn, Jesús það nafn sem þín fær og heiður. Jesús það nafn, Jesús það nafn, Jesús það nafn sem þín fær og heiður. Jesús það nafn. Jesús það nafn, Jesús það nafn sem þín fær og heiður. Jesús það nafn, Jesús það nafn, Jesús það nafn sem þín fær og Jesús það nafn, Jesús það nafn sem dýrð fær og heiður. Jesús það nafn, Jesús það nafn, Jesús það nafn sem dýrð fær og heiður. Jesús það nafn, Jesús það nafn, Jesús það nafn sem dýrð fær og heiður. Þitt nafn það lækning þitt nafn það lækning þitt nafn það lækning og ég hrópa helgur. Þitt nafn það lausnin þitt nafn það lausnin þitt nafn það lausnin og ég hrópa helgur.
frelsi er, þitt nafn það frelsi er, þitt nafn það frelsi er, og ég hrópa helgur. Jesús er það nafn, Jesús er það nafn, Jesús er það nafn sem dýrð fær og heiður. Heiðru þig að Jesús, það enginn eins og þú, enginn eins og þú. Halleluja, halleluja, þú ert verður, þú ert verður. Jesús er það nafn, Jesús er það nafn, Jesús er það nafn sem dýrð fær og heiður. Jesús er það nafn, Jesús er það nafn, Jesús er það nafn sem dýrð fær og heiður. Dýrðin er þín, þú hinn hæsti. Dýrðin er þín, þú hinn hæsti. Krýndur þú ert, konungstrén. Dýrðin er þín, þú hinn hæsti.
Jesus is here right now. Jésus hér í dag. Do you believe that? Trúirðu því? Can you feel the presence of the Lord? Finnið þið fyrir nærveru drottins? We will worship a little bit more right here. Við ætlum að lofa Guð aðeins örlítið meira. I think Jesus will touch you. Ég trúi að Jesús vilji snerta Can við you þér. please stand on your feet right now? Stöndum á fætur. Not for us, Ekki fyrir okkur, but in the awe of Jesus Christ. heldur bara í lotningu fyrir Jesú Can you Kristi. close your eyes? Skulum loka augunum, Can you just stretch your hands towards heaven? lyftum höndum okkar upp til himins. Father in heaven, Faðir á himnum, we're so grateful við erum svo for þakklátt this moment. fyrir þessa stund. Thank you for all the angels that fill in this room. Þakka fyrir engla þína sem að Thank fylla you for your þetta Holy herbyggi. Spirit. Ég þakka fyrir þinn heilaga anda. Thank you for your presence. Þakka fyrir þína nærveru. Lord Jesus, I thank you for this very moment. Drottin Jesús, ég þakka It fyrir is so þessa stund precious for us sem svo dýrmætt fyrir to okkur. be in the front of you, Lord Jesus. Að vera frammi fyrir þér, Drottin Jesús. And we will ask you, Og við viljum biðja þig, come and heal us. komdu og læknað Come okkur. and meet us. Komdu og mætt okkur. Come and solve the big problem we have, Lord Jesus. Komdu og leistu vandamálun líf okkar, In your Jesús. mighty Í name, þínu máttu og nafn. right now, Á þessari stund. in your mighty name, Í þínu máttu og we nafni. confess your name. Við viljum snerta við We þínu nafni. confess your victory on the cross. Við viljum bara játa sigurinn á krossinum. We lift your name up over and above all the problems, Við lyftum upp þínu nafni yfir öll okkar all the vandamál. bad experience. Yfir alla slæmar upplefanir. You are greater. Þú ert meiri. You are the one. Þú ert sá eini. We love you. Við elskum We þig. lift you Við up. lyftum þér upp. Jesus. 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 You are here Þú ert hér. in your mighty name. Þig máttu og nafn. Hallelujah, I just feel that the Lord is giving me some word of knowledge to some people inside here. Mér finnst þess að Guð sé að gefa mig þekkingarorð til einhverja sem eru hér í kvöld. You came in here tonight and there's darkness in your mind. Þú komst hingað í kvöld og það er myrkur í huga þér. Maybe you're thinking like that. Lord Jesus, I give you the second chance. Kannski ert að hugsa, Drottin Jesús, ég vil gefa þér annað I tækifæri. want to see the light. Ég vil sjá I'm ljósið. sick and tired of the darkness in my Ég mind. er svo þreyttur á myrkrinu sem er í huga minn. And you're sitting here tonight. Og þú situr hér í kvöld And I have a word for you. og ég er með orð til þín. Jesus is the light. Jesús er ljósið. And in the Old Testament it says, if I'm sitting in the darkness, Og segir í Gamla testamentinu, ef ég sit í myrkrinu, you are my light. þá ert þú ljós mitt. If I fall, Ef ég fell, I will raise up þá again. mun ég rísa aftur I upp. want to tell you right Ég now, vil segja þér núna, raise up in Jesus' name. rístu upp í Jesú nafni. Jesus is over you Jesús er yfir and he þér is in you. og hann er í þér. Let him shine. Lefðu In honum að Jesus' lýsa name. í Jesú nafni. And I also saw some paper was thrown on a table. Og ég sá eins og blað sem var sett á borð There's a couple there. og það var svona par þar They are talking about separate. og þau eru að tala að fara í sikkur áttina And this paper needs to be signed before they can separate. og þetta blað, það þarf að skrifa undir þetta blað áður en að skilnaður getur gengið Our í gegn. God Guð okkar is a healer. er læknir. Our God restores. Guð okkar, hann endurreisir. Our God brings uplifting news to you. Hann kemur með uppörvandi skilabóð til þín. I don't know who you are. Ég veit ekki hver þú ert. I don't know a name. Ég veit ekki, I þekki just ekki saw a nafnin. picture. Ég bara sá þessa mynd And I want to challenge you right og ég now. vil skora á því núna. Go down on your knee. Go down on your knee Farðu niður á hnén and ask for forgiveness og byttu for your fyrirgefningu spouse, fyrir but also makaðinn for God. og fyrir Guð. There is healing in the humility. Það er lækning í þegar við In komum fram í Jesus' name. auðvitað í Jesu nafni. Amen. Amen. I'm sorry about this, but I just got another one. Ég bara Ég- fæ annað til mín. You're here right now, Þú ert hér but you hér have núna. such a pain in your back. Þú ert með svo mikið verk í I bak. don't know who it is. Ég veit ekki hver það er. There is so dark I cannot see people right now. Ég sé ykkur ekki en But if you're here, can you just wave with your hand? ef þú ert hér með verk í baki, Uh, viltu þá lyfta upp hendi? oh, I need to see behind me. Yeah. Is there anyone else in Er the eitthvað room? fleiri? There. One there? Yeah.
There's the one there as well. Can we Another one. just stretch your hand, and if you're just around them, just lay hand on them in Jesus' name? Ef þið liftið upp höndunum aftur þegar við sjáum ykkur og Can lyftum hendur anyone lay okkar hand til on þeirra. that lady? Einhver setja hendur á Ásdísi og þá sem eru aðrir. Exactly. Já. Father in heaven, Faðir á himnum, we thank you við þökkum þér for your presence. fyrir þína nærveru Right now, Lord á Jesus, þessari stund, Jesús. we declare healing Þá lýsum við yfir lækningu because you said, af því að þú sagðir by your að stripes, fyrir þínar benjar we are þá healed. erum við læknuð. These beautiful ladies are healed. Þessar In your mighty fallegu name. konur eru læknaðar í No þínu weapon nafni. formed against you will prosper. Engin vopn sem að smíður gegn þeim munu You will framganga. heal them Þú munt lækna þau right now á þessari in your stundu mighty name. í þínu máttu og nafni. And we ask Og við on byggjum behalf fyrir hönd þeirra of your beautiful name, Lord Jesus, í þínu fallega nafni Heal Jesús. them. Læknaðu þær, make them whole gerðu þær heilar and let the pain go, og taktu and verkin í also the burtu reason for the pain. og líka ástæðu verksins In Jesus' í name, Jesu nafni. I thank you. Ég þakka þér. Can we give the Lord Jesus a hand? Ef að gefa Jesús klapp. Amen. Amen. We believe in healing. Við læknum, I við know trúum you á do as lækningu. well. I know you do as well. Ég veit að þú gerir það líka. And you as well. Og þú líka. I can see it in your eyes. Ég sé það í augunum þín. That is not fake. Þetta But er ekkert- we want to stay on the Right. promises of God. En við viljum standa á Amen. lofinu Guðs. And God will heal Og Guð mun because lækna. his name is healer. Af því að hans nafn And this is læknari. something we want to take back Og það eitthvað sem við viljum taka á móti. in Jesus' name. Tilbaka í Jesu nafni. Amen. Amen. So we're going to, don't stop, mate. Come on, let's the show go on. I just want to, I love this guy. I don't know why. I don't know why. What's your name? Joachim. Joachim. Jóakim. It's very biblical names, Það er mjög right? biblíulegt nafn. Yeah. So when I see him, he's a young guy. Þegar ég He's sé hann, 15. hann er unga dreng. Sorry? Oh, 14. You will be 14. 15. That's prophetic. You will be 15. Þetta Yeah. er spámanlegt, hann mun verða 15 ára, en hann er 14 í and dag. your dad started do musician when he was 13. Og pappa hans hann byrjaði að spila á trommur hér And þegar you hann have var your 13 ára. brother in this thing here. Og þeir geima Yeah. pappa stundum í þessu búri þetta. And I just have this burden on my heart that Þessa byrði á hjarta mínu, that this generation að þessi kynnslóð will break through. munu brjótast í gegn. And there is a sound. There's a sound in the Og house það er svona hljómur í which are húsinu unique. sem er einstakt. You might don't like it. Kannski líkar ykkur það ekki. You might don't like the sound of the guitar. Kannski líkar ykkur ekki hljómurinn í gítarnum. I don't care Mér er sama. because every revival has a sound. Af því að And when God is doing something new, He's Þegar- doing something new. þegar Guð er að gera eitthvað nýtt, þá er það eitthvað nýtt. And so I want to just pray and prophesy over you, Joachim, Ég vil bara biðja fyrir þér og spáði við þér, Jóakim, on behalf of a generation that are lost. fyrir hönd kynnslóða sem er týnd. And this generation will see Og Jesus. þessi kynnslóð mun sjá Jésu. When you are anointed, Þegar þú smurður, you will break through in Jesus' þá name. muntu brjótast í gegn í Jésu And nafn. you will be a father for the next Þú generation. munt vera faðir fyrir næstu kynnslóð. Your music and your gifting, Tónlistín og it gjafir will, þínar, it will be a breakthrough. það mun vera I gegnum just see like doors are opening. Og ég sé bara eins og dyr sem eru opnast. You don't have to strive, you don't have to pay, Þið þurfum ekki að borga eða erfiða. because the anointing is breaking the yoke. Af því að smurningin brýtur rokið. Amen. So Amen. church, can we just stretch our hands to the next generation and believe for revival Ja. and believe for a breakthrough? Setið hendur ykkar til til nýju kynnslóðurinnar. You as well. What's your Þú name? líka, Matti. Yeah, that name. Yeah. Matti. So, Father in heaven, Father we in thank you Þökkum þér for this moment. fyrir þessa stund. Rahemano sekina moro, rahebro sekina bro, hora kina mono sede, kin nokoro sekid boro, rahebro soroboro serere, kine boro seke, brohona mokuro shidi di kire boro serere, rahana mana sekerere, ron no sokora boro seke. Father in heaven, we thank you for your presence. Við
þökkum þér, Faðir á himnum, fyrir nærveru þína. We thank you for the anointing, Lord Við þökkum þér fyrir Jesus. smurningu þína, drottni I thank you Jesús. for you doing something new. Ég þakka fyrir að þú ert að gera eitthvað nýtt. You're not dead. Þú ert ekki You dauður. are Þú risen. ert risin, And your upprisin. burden for the town. Og byrðið Your þín fyrir burden, þessum the bæ, burden for the country. fyrir þessari þjóð. Use whoever you want. Use this generation. Nota þessa kynslóð. Let this generation break through. Láttu þessa kynslóð náðu They gegn. will not look back. Þeir munu ekki horfa They tilbaka. will look in the front. Þeir munu horfa fram á við. Because you're going to open doors Að þegar þú ætlar að opna that dyr no man can shut. sem að engin maður getur In your lokað. mighty name, Og í þínu máttu að nafni. we give you praise Við gefum þér lof and we give you og honor. við gefum þér heiður. And I also ask for protection in Jesus' Og ég name. líka byrðum varðveislu í Jésu nafni. The blood's protection Varðveislu blóðsins. of your mind, Yfir hug ykkar, of your heart, yfir hjart ykkar of your fingers' work, og yfir fingur and ykkar everything that God is putting og on allt your það sem heart. að Guð að setja í hjart ykkar. You will be blessed, Þið verið blessaðir, you will be protected, þið verið varðveittir and you will be in the spot of the love of Jesus og þið Christ. verið mitt í kærleika Jésu Krist. And let the church say amen. Og segja amen. 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 All right. What do we do now? Can we sing a couple of chords of that last song there? I don't know about. I saw the angel on the text, so that's enough for me. So I guess it was the angel and Jesus and something like that. Is that true? Yeah. There you are. Come on, church, let's sing. Dýrðin þín, þú hinn hæsti. Dýrðin þín, þú hinn hæsti. Greindur þú konungstig. Dýrðin þín, þú hinn hæsti. Dýrðin þín, þú hinn hæsti. Greindur þú konungstig. Hátt upp hafið ofar himnum, æðri öllum Guð þú ert. Allir englar og
give a hand to this beautiful worship Ég var að team, gefa þeim gott singers. Thank you so much for serving. Takk ykkur fyrir þjónust ykkar. Good for my soul. Gott- Hi, gott fyrir everybody. sálu mína. Hæ allir, Are you good? eru þið góð? And the rest of you, how are you Og feeling? þið hinn, hvernig líður ykkur? Já, takk. Thank you for kind words. Þakka þið fyrir vinkjalleg orð. Thank you for inviting Britt and myself. Þakka þið fyrir að bjóða Britt og mér. And thank you for the generous gift to, should I say, to the ministry. Þakka ykkur fyrir gjöf ykkar í þjónustuna. I will never take that for granted. Ég tek því aldrei sem sjálfsögum hlut. That's true. That's true. You should never. Við eigum aldrei að taka neinum sem sjálfsögum. I'm just up to starting a new season in my own life. Ég að byrja nýtt tímaskeið í mínu lífi. My heart is burning for the local church Hjarta mitt að brennur fyrir henni staðbundu kirkju. over the whole Europe. Yfir allri Evrópu. So as Pastor just told us, I've been traveling around Europe for So- 3 weeks, Eins og ég sagði þá er hann búin að vera að ferðast Evrópu í 3 vikur. and we are building network and preaching the word of God, and yeah, Við erum að byggja upp svona netverk og búin að vera að predika fagnaðarerindið og orð Guðs. and we will see revival over Europe. Og við munum sjá vakningu We yfir will Evrópu. train leaders. Við erum að þjálfa upp leiðtoga. We will see new churches planted, Við erum að sjá nýjar kirkjur vera plantaðar. and we will see expansion. Og við erum að sjá útvíkkun. So for me to be in Iceland, Reykjavik, Og fyrir mig að vera á Íslandi í Reykjavík, it is very special. það er mjög sérstakt. Because it's some years ago since I met Asti and Halfdan, Síðan að ég hitti Ásdísi og Haldán, þess að Ásdís kona mín og mig. Kona Hans. Já. What? Did I pronounce it so wrong? No. Very good. I just needed to make my translation better. You're so kind. Okay. Anyway, it is so good to me to be here and see you Og guys. það er svo gott að vera hérna og með ykkur og sjá ykkur. And I just want to prophesy, Og ég var að spá, dream, draum and confess og játa út that you have a beautiful future. að þið eigið fallega framtíð. Amen. I'm not looking for feedback. Ég er ekki að leitast eftir einhverju feedbacki, I'm looking for Það er faith viðbrögð. in the room. heldur er að leitast eftir trú. Because when there is faith in the room, Þegar það er trú í herbygginu, everything can happen. þá getur allt skeð. And God will use you. Og Guð mun nota God þig. will use you. Guð mun nota þig. God is not done with you. Guð, hann er ekki hættur með þig. You may be young, Þú getur verið you may be ungur, old, þú getur verið gamall, you may be a man, þú getur verið kall you may be a woman. og eða kona. God can use you. Guð getur notað þig. Sorry, Britt. Sorry, Britt. I'm married to a woman. Fyrir Brit, en ég er giftur yndislegri konu. Yeah, so I'm going to preach to you about that tonight. Is that okay? Ég ætla að predika þetta í kvöld. Er það í lagi? I'm going to talk about from Abraham to Christ. Ég ætla að tala frá Abraham til Krist. I'm gonna draw the long Ég lines ætla að tekna þessa löngu línu which are from the beginning frá byrjuninni until today. til dagsins í dag. So I have a thought in my mind because I saw a movie, Ég sá bíómynd, a Christian movie. kristna bíómynd. It was about Moses. Hún var Móses. Moses did a lot of stuff, Móses, hann gerði alls konar hluti. but the ending of the movie was so sad. En endirinn á bíómyndinni, hún var svo sorglegur. Because
Moses did not enter the promised land. Af því að Móses, hann fekk ekki að ganga inn í fyrirheitnalandi. And I'm sitting there, Britt have fallen asleep on the couch. Ég satt þarna og Britt, hún náttúrulega var sopnuð á sófanum. And I'm sitting there, the sound was almost not there. Og ég satt þarna og hljóðið var alveg í lágmarki, And nægilega ekki þarna. I felt myself like Moses. Og mér svona leið eins og Móses. I have so many dreams. Ég hafði svo marga drauma. And I want to see a change. Mér langar að sjá breytingu. And so it was just like, I will never reach the promised land. Og mér leið svona, ég mun aldrei komast inn í fyrirheitnalandi. And I fell down on my knees. Og ég féll niður á hnén. And my cry, the tears went down here. Og tárin fóru niður kinnar hans. And I was so sad. Og ég var svo niðurdregin og sorgmættur. Because I thought I will not enter the promised land. Af því að ég einhvern veginn hélt að ég myndi ekki ganga inn í fyrirheitnalandi. Well, for the Jewish people, the promised land was Israel. Fyrir gyðingana þá var Ísrael fyrirheitnalandið. But for me, the promised land is what standing in 2 Corinthians 1:20. En fyrir mig var fyrirheitnalandið það sem að stendur í síðara Korintubrefi 1:20. For all the promises of God in him are yes. Því að svo mörg fyrirheit Guðs eru, þá lætur hann Jesú Krist staðfesta þau með jái. And in him, amen to the glory of God through us. Þess vegna segjum við með honum amen Guði til dýrðar. So what is those promises? Og hver eru þessi loforð? What have God promised you? Hvað hefur Guð lofað þér? Do you have a list of what God have promised you? Ertu með lista yfir það sem að Guð hefur lofað þér? I see your hand. One. Já, einn. That's too bad. Next time I will have 10 hands in the air. You need to write down what God have told you about. The promises from God. Við þurfum að skrifa niður það sem að Guð hefur talað til þín. Lofur Guðs til þín. If you go into my notes, there is a lot of things. Ef þú ferði í nótuna mína þá fullt af hlutum. But there is a list about what God have promised me. En það listi sem Guð yfir það sem að Guð And hefur I'm lofað mig. 64 years of age. Og ég 64 ára gamall. I'm supposed to live in Spain right now. Ég ætti í raun og vera að búa á Where Spáni. there is sun. Það sem sól. And there is heat. Og hiti. And everybody sitting on the restaurant on the path. Og allir sem að sitja á veitingastöðunum við götuna. And drinking. Og drekka coffee. Kaffi. But for me. En fyrir mig. I have a passion. Þá hef ég ástríðu. God have told me something I'm gonna do. Guð hefur sagt mér einhverja hluti sem ég á að gera. I will never move to Spain. Ég muni aldrei flytja til Spánar. Well, never say never, but I will never move to Ekki Spain. segja aldrei, en ég mun aldrei flytja til Spánar. I will move into the promised land. Ég mun flytja inn í fyrirheitnalandi. The promised land is a place reality that have been promised. Það fyrirheitnalandið staður af reality. Amen. All the promises from God fulfilled. Hvað séu, veruleika sem Guð hefur lofað okkur. Yeps. Yep. So the whole thing about the Bible is promises and talking into your situation. Og Biblian full af loforðum sem tala inn í þínar So kringumstæður. if you're never reading the Bible, Þannig að ef þú lest aldrei you Biblíuna never go to service like this, og fer aldrei á samkomur eins og þessa and you never worship God, og lofar aldrei Guð, there will be totally silent from heaven. þá mun vera algjört hljóð frá You need to himnum. open up your mind. Við þurfum að opna You huga need to okkar. open up your book. Við þurfum að opna You bókina. need to open up your mind so you can hear from Við God. þurfum að opna huga okkar svo við heyrum frá Because Guði. God is on the move. Af því að hann á And ferðinni. he's looking for women and for men to Uh-huh. achieve what he have in their heart. Og hann að leita á konum og mönnum til að framkvæma það sem á hans hjarta. Amen. Amen. So this covenant line is from the Old Testament until us today. Og þessi sáttmálslína frá Gamla testamentinu til okkar í dag. So let's read from Genesis chapter 12, 1-3. Við skulum lesa í 1. Mósebók, kapla 12, vers 1-3. Ég mun gera þig að mikilli þjóð og blessa þig og gera nafn þitt mikið. Blessun skalt þú vera. Ég mun leiða blessun yfir þá sem blessa þig og bölvun yfir þann sem formælir þér. Allar ættkvíslir jarðarinnar munu af þér blessun hljóta. So says the Lord. Svo segir Drottinn. And all those who are against blessing, they said, it's too much. All those. Who are against blessings. Og allir þeir sem eru á móti blessunum segja að þetta er of mikið. Well, I tell you,
Ég skal segja This þér, is the Bible, þetta Biblían and it's just a start. og þetta bara byrjunin. So here we go. Þannig að nú So byrjum við. this is a covenant from God to a man on the planet. Og þetta sáttmáli Guðs við mann á þessari jörðu. So Bible scholar says that this covenant Og svona fræðimenn segja að þessi sáttmáli is the start of every covenant. byrjunin á öllum öðrum sáttmálum. Let me show you some covenant in the Bible. Ég ætla að sýna þér bara nokkra sáttmála í Biblíunni. The first covenant is the covenant with Noah. Fyrsti sáttmálin sáttmálin við Nóa. He lived before Abraham. Nói, hann var á undan Abraham. And the covenant God made with Noah, Og þessi sáttmáli sem að Guð gaf Nóa, he will never make a flood over the whole earth again. að hann mun aldrei láta flóð flæða yfir alla jörðina. This is a global covenant to all of us. Þetta sáttmáli fyrir alla jörðina, And öll okkar. he put a rainbow in the sky. Og hann setti regnboga á himinin. Some people are going in the street with a rainbow Sumir fara á göturnar með regnboga for wrong reason. af rangri ástæðu. The reason for the rainbow in the sky Ástæðan fyrir regnboganum is á that himninum, it's a covenant from God. það sáttmáli Guðs, He will never flood the world again. sáttmáli hann aldrei láta flóð flæða yfir alla jörðina. And number 2 of the covenants is the Abrahamic covenant. Annar sáttmáli við Abraham. We're going to come back to that one. Við komum aftur á þeim á eftir. Number 3 is the covenant with Moses. Þriði sáttmálin við Móses. And Moses was a perfect man in all manners. Og Móses var fullkominn maður. But God used him, En Guð notaði hann. so he can use you. Þannig að hann getur notað You may þig. be not a killer, Kannski þú ert ekki morðingi. but maybe you have killed someone with your eyes and with your words. I don't know. En kannski hefur drepið einhvern með augunum eða orðum. Exactly. So we all are in the business. We are not good enough. Og við erum í þessum business að við erum ekki nógu góð. God picked Moses, Guð, hann valdi and Móse he made a covenant with him og hann gerði sáttmála við hann and the Israelic people. og Ísraels þjóðina. And this covenant was a kind of, if you obey, there will be a blessing. Og sáttmáli snerist það ef þú hlýðir We're boðum gonna- mínum, We're þá eru going to blessaður. come back to that one. Við komum að því And the líka. next one of the covenant is the covenant with King David. Næsti sáttmálin við Davíð konung. And he is in the line of Abraham through David into Jesus. Og hann í þessari línu frá Abraham, Davíð og til Jésu. And that is a bloodline. Og það blóðlína. And God told David, Og Guð sagði við Davíð David's throne will last forever. að hásæti Davíðs mun vara að eilífu. So the king we are worshiping here tonight, Þannig að konungur sem við erum að lofa hér í kvöld, that is the king was prophesied for many years ago. það konungurinn sem var spáð fyrir svo mörgum árum síðan. This throne will last forever. Að hans hásæti mun vara eilíf. And you can read in the last book in the Bible, Og þú getur lesið í síðustu bók Biblíunar, it's the same throne. sama It's the hásæti. throne of the King of Kings. Hásæti Can you say konunga. amen to that? Getið þið sagt amen við því? And the covenant number 5. Fymti sáttmálin. And the number 5 in the Bible is the number of grace. Og talan 5 í Biblíun talan náðar. So when we're talking about the number 5 covenant is about Jesus. Þegar við erum að tala þennan 5. sáttmála þá erum við að tala Jésu. Because Jesus fulfilled the law. Þegar Jesús hann uppfyllti lögmálið. Everything that the people of the Israelites needs to do and don't do Allt það sem að Ísraels þjóðin þurfti að gera og mátti ekki gera was fulfilled in Jesus. var uppfyllt af Jésu. So we are not under the law Þannig að við erum anymore. ekki undir lögmáli lengur. We are under grace. Við erum undir náð. And the grace is much stronger than the law. Og náðin miklu sterkari heldur en lögmálið. And the grace is a man.
og þessi náð maður And his name is Jesus. og nafn hans Jesus. He can forgive you the sins. Hann getur fyrirgefið He syndir can þínar. restore your life. Hann getur He komið can endurist í restore lífið. your marriage. Hann getur komið He endurist can heal your body. í hjónabandið. And Hann getur our komið með Jesus lækningu. is alive. Og Jesus lifandi. Can you say amen? Getið þið sagt amen? I'm just trying to hype up a little bit Það there. aðeins að fara ykkur svona í The gang. law was written on stone tablets. Lögmálið, það var skrifað á steintöflur. And today, I don't think we will have that on the screen. For this is the covenant that I will make with the house Þetta sáttmáli sem ég gefur við húsið, of Israel after those days, hús Ísrael eftir þá daga, said the Lord. segir drottinn. I will put my laws in their mind Ég mun setja mín lög á huga and þeirra write them in their og hearts. skrifa þau á hjarta þeirra. And I will be their Og God, ég mun vera þeirra and Guð they shall be my people. og þeir munu vera mitt fólk. So Jesus come to build relationship Og Jesus kom til þess að byggja upp samband instead of law. í staðan fyrir lögmál. So if you speed too fast on the highways here, Ef við keyrum of hratt á götunum, the law will hunt you down. þá mun lögreglan elta ykkur. And the law have a blue light, Og lögreglan með blá ljós have a huge sound. og mikið hljóð. And the law going to tell you, you're not good enough. Og lögreglan mun segja við þig, þú ert ekki að standa þér nógu You vel. are breaking the Þú law. ert að brjóta lögin. You need to pay for it. Þú þarft að borga fyrir það. So he giving you a ticket. Þannig að hann skrifar sekt á þig. And he said, you need to pay that. If you're not paying that, you're going to jail. Og hann segir, ef þú borgar ekki þessa sekt, þá muntu fara í fangelsi. With Jesus, he is not the law. En Jesus, hann ekki lögmál. He said, if you sin, Hann segir, ef þú syndgar, I forgive you. þá fyrirgef ég þér. And he said, come to me, Og hann segir, komið til mín. and it will not happen again. Og það mun ekki gerast aftur. In Jesus' name. Í Jesu nafni. And this is the new covenant Og þetta that nýji- God have given us. Þessi nýji sáttmáli sem Guð hefur gefið okkur. This is the covenant that he's doing something inside of Og us. þetta sáttmálið hans sem hann gerir eitthvað innra And með we okkur. also had our other covenants. Og hann var líka með aðra sáttmála. Tomorrow, 12 o'clock, Á morgun klukkan 12, there will be a jacuzzi here. já, það verður stór sundlög, Yeah. big swimming pool. A big Not swing. cruise. Oh, sorry. We think big here in Oh, Iceland. yeah. You have enough of water everywhere. erum með svo Yeah, I mikið know vatn. that. Yeah. Stór sundlög, So there will be a baptism here og það tomorrow. verður skýrn hér á morgun. We're going to bury some people. Við ætlum að grafa einhverja And einstaklinga we're going to raise them up again. og reisa það við So aftur. don't be afraid. We will not push you under. Ekki vera hrætt, við munum ekki íta þér undir. Sometimes I feel that you're pushing under and ask, did you saw Jesus? Stundum var fyrst No, með we're not sumir doing íta undir og spurja, sástu Jésu, við gerum So það ekki. we are taking people under Við setjum fólki and niður we're raising them up og again við reisum það upp and we aftur confess og við játum, you are raised up to follow Jesus. þú ert reistur upp til þess að And fylgja Jésu. that is a covenant. Og það sáttmáli. You're stepping into a covenant where Jesus is acting. Og þú stígur inn í sáttmála með Jésu. And another covenant is the marriage. Annar sáttmáli hjónabandi. And the marriage is not a contract. Hjónabandi, það ekki einhver samningur. We got married for 40 years ago or something. Við giftum okkur fyrir I think 40 it's for- árum I think pluss. That's the problem to carry your wife on this kind of thing. Og það erfitt þegar maður þarf að taka konuna með sér á svona So- stundir. So if you can drive me to the hotel, I will. Yes, appreciate I will that. drive you. Okay, Yeah. very good. So we have been married for some years. Þannig að við erum búin að vera gift í nokkur ár So when we got married, og þegar við giftum okkur and there was a pastor that said, "Will you happily marry this beautiful lady?" og það var prestur sem sagði, vilt þú gefast þessari og Be- giftast þessari fallegu konu And be faithful with her until death separate you. og vera henni trúr þangað til að dauðinn skilur ykkur að. And I remember what I said. Og ég man hvað ég sagði. Well, I'm not quite sure, Já, ég ekki alveg viss. but let's give it a try. En við skulum pröfa. I think she's a nice woman. Já, þetta Yeah, er she can góð earn a kona. lot of money for me. Hún getur unnið No, I náði didn't mikla do tekjur that. fyrir mig. Nei, ég gerði She það will ekki. slam me in the Hún myndi face, slá mig utan and she undir will say there will be no party og tonight hún myndi segja að það verður ekkert partí í kvöld. because this is not a contract. Af því að þetta ekki samningur. It is a covenant Heldur þetta where sáttmáli.
man and wife is coming together, þar sem að maður og kona koma saman and Jesus is there as well. og Jesús þar líka. And together with Jesus, you're building a fundament of something that is godly. Og með Jesú þá byggjum við eitthvað sem guðlegt. And like the covenant of the baptism is holy, Og alveg svo sáttmálinn með skírnina heilagur, so are also the marriage. þá það líka yfir hjónabandið. Okay. Why is the clock speeding so fast on Iceland? Well, it's just so Blessed. different time zone than in Norwegian. Yeah, I'm feeling a We little are bit ahead of you. We are ahead of Yeah, you. yeah. You're not ahead of us. That's a lie. I'm feeling a little bit jet lag. Jet lag, yeah. So Eftir viku. I have some. Are you ready for more? Eru þið tilbúin fyrir meira? And the rest of you will go home? Og ætlið þið að fara heim eða? No. Nei. No. So there is this seven promises to Abraham. It's ours Og þessi 7 lofvörð Guðs til Abraham, þau tilheyra okkur í dag. because Abraham is our father in faith. Af því að Abraham faðir okkar í trúnni. The Bible tells us that since Abraham said yes to the promises, Og Biblían kennir okkur að síðan að Abraham sagði já við þessum lofvörðum, that was to him the justification. þá var það réttlæting. So all these promises, Þannig að öll þessi lofvörð, it's not only to Abraham, það ekki bara fyrir Abraham, it is in the line það í þessari línu from Moses to Móse, David to Davíð, Jesus to Jesús, Paul to Pál, you til to þín, me. mín. It is in the line from Abraham, and we need to see that. Það í þessari línu frá Abraham og við þurfum að gera okkur grein fyrir því. So I'm not quite sure about because the time is flying. So the time is flying. Not the airplanes also are flying, but time is flying here. So let us just number one. God started with a promise. He always did. Guð, hann byrjaði með lofvörði. So that's the reason I want to challenge you tonight. Þess vegna vil ég skora á okkur í kvöld. What have God told you? Hvað hefur Guð sagt What til have He þig? promised you? Hvað hefur hann lofað þér? And some of you can go back to where you're on a camp when you were a youth meeting or something. Kannski var það einhvern tímann á einhverju úlingasamkomu And you went to the front. og þú fórst And upp you have experience with Jesus Christ. og þú fegst svona And upplifun You á felt Jesu there was some Kristi promises over your life. og þú fannst upplifur það Take verið it lofað back. yfir lífiðinu. Take it back. Taktu það tilbaka. Taktu It's það still aftur. there. Það ennþá til staðar. Everything God gives you is still there. Allt það sem að Guð hefur gefið þér ennþá til staðar. God is never taking back the gift He have given you. Guð, hann tekur aldrei tilbaka fyrir þá gjöf sem hann hefur gefið þér. Stay on the promises, Þannig að stattu á lofunum even hans. when it's totally dark. Jafnvel þó það sé algjört myrkur. And if people left you, Og þó að fólk hafi yfirgefið there þig, is money. There is no money. það engir peningar And 10 people have blocked you on Instagram. og 10 aðilar hafa blokkað þig á Instagram. You just continue in Jesus' Haltu name. áfram í Jesu nafni. And number 2, Og nummer 2, that promise was bigger than Abraham. lofurðið var stærra heldur en Abraham. Very often we think that I will be given promises because I'm so good. Stundum höldum við að okkur gefið eitthvað lofurða því að við erum svo góð. But Abraham was not good at all. En Abraham, hann var ekki svo góður. He was lying. Hann laug, He had a lot of wives. hann hafði margar He konur, broke some rules and regulation. hann braut lög og reglur, But the promises was bigger than Abraham. en lofurðið var stærra And en God Abraham. gave him 3 things. Og Guð gaf honum þrjá hluti. He gave him a people. Hann gaf honum fólk, He gave him a hann land. gaf honum land And he gave him blessings. og hann gaf honum blessanir. And the key was not that he received the blessing, Og lykillinn var ekki að hann tók á móti but blessunum, he was a blessing to others. heldur að hann væri blessun fyrir aðra In Jesus' name. í Jesu nafni. Number 3, Númer 3, you get a new identity. þið fáum nýtt auðkenni. So the old you, Þitt gamla líf, we will bury it. við gröfum það
and you will rise up og þú rýst upp and you will aftur have a new identity. og þá fara nýtt auðkenni. And this new identity is in Og Christ. þetta nýja auðkenni í In Christ Kristi, í Jesus. Kristi Jésu. You are not like you used to be. Þú ert ekki eins og þú varst You are áður. not a sinner. Þú ert ekki syndari, You are a saved son and daughter to God. þú ert sonur og dóttir Guðs, frelsa sonur og Let's dóttir read Guðs. from Galatians 3:26. You read. Galatabrifið 3. Okay, we skip it. It's not there. Supposed to be there. It's It's, in the it's, Bible, it's in the Bible, but not let- in the let me see. notes. Okay, I got it. not Yeah. in the notes. So, your identity is in Christ. Auðkennið þitt í Kristi. So very often we talk about that our nationality. Stundu þá, Oh, he have a Bible. Hallelujah. where was it? Uh, Galatians Galatians chapter 3:26. 3:26. Þér eru allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú. Allir þér sem eru skýrðir til samfélags við Krist, þér hafið íklast Kristi. Hér er engin gyðingur, né grískur þræll, né frjálsmaður, karl, né kona. Þeir eru allir eitt í Kristi Jesú. Amen. So you are a new creation in Jesus Christ. Þið eru ný sköpun í Jesú Kristi. And that's Paul is talking about in Romans chapter 12, Og Páll talar Rómarabrifinu kapla 12, verse 1 and 2. versi 1 og 2. He is challenging the Romans to renew their mind. Þá er hann að skora á Rómverjana að endur nýja hugafarsi. The way you think is the way you are. Að hvernig þú hugsar, að þannig ertu. So I just remind you about you are a new creation in Christ. En við erum ný sköpun í Kristi Jesú. There is hope for you. Það er von fyrir þig. God loves you. Guð elskar þig. God wants to be a part of your everyday life. Guð, hann þráir að vera hluti af þínu daglega lífi. You are in Christ. Say it after me. Þú ert í Kristi. That was very bad, actually. Yeah. Já, you need to do better. That's good. Number 4. Númer 4. When Jesus came, it came the fulfillment. Þegar Jesús kom, þá var það uppfylling. And God demonstrated, in Romans 5:8, it says, God demonstrated his own love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Rómverjabrif 5:8 segir, en Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar í því að Kristur dó fyrir okkur, þegar við vorum enn syndarar. And this is the seed of Abraham. Þetta er sæði Abrahams. The seed is the promise. Sæði, það er loforð, And it's coming into our timeline. og það kemur í okkar tímalínu. And in Luke 19:10, it says these keywords. Og Lúkasin 19, versi 10 For the segir, Son of Man has come to seek and save that which was lost. því að mannsonurinn er komin að leita að hinnu týnda og frelsa það. Amen? Amen. He came and saved you. Hann kom og frelsaði þig. And what we see for the future, Og það sem við sjáum fyrir framtíðina, that every week people will come to Christ. að þegar fólk kemur til Krist, Because that is the mission of af God. því það er það sem að Guð vill, That people will come to Christ constantly. að fólk kemur til Krist stöðuglega. So that is what Jesus is doing. Let's move our step further into our time. Og við skulum taka skref inn í okkar tíma. And that is Galatians 3:14. Og það er Galatabrifið 3:14. So that the blessing of Abraham, Þannig the blessings of að Abraham blessun Abraham might come to the nation through Christ. kæmi til allra þjóða gegnum Krist. So when Christ came, Þegar Kristur kom and in this Easter, og þessa páska, he have been in the darkness. þá var hann búinn að vera í He myrkrinu. have been and confronted Satan. Hann hafði staðið frammi fyrir He Satan. have taken the keys to the death. Hann hafði tekið lykla He dauðans. opened the way to heaven. Hann opnaði leiðin inn í heiminin And today there is a new time. og í dag er nýr tímir. There's a new covenant. Það er nýr And sáttmáli this is our time. og þetta er okkar tími. So he fulfilled the law. Og hann uppfyllti And he lögmálið opened up the promises. og hann opnaði fyrir loforðin. And this is the good news to the church today. Og þetta eru góðu fréttirnar fyrir This kirkjuna í is the dag. transfer point. Þetta er svona
We're going into the kingdom of God. Já, svona umbreytingar punktur. Við förum inn í ríki Guðs. So is it okay that I'm just rushing into this? Má ég fara aðeins rætt í gegnum þetta? So, number 5, Númer 5, the resurrection changed everything. upprisan breytti öllu. When Jesus rose, Þegar Jesús reisur frá döðum, that was a new time þá var það nýr tími on every level. á öllum sviðum. The Spirit came, Andinn kom, the church was established, kirkjan var stofnuð, revival was kicked off, vakningin byrjaði and until today, there have been a continually revival in a different part of the world. og til dagsins í dag hafa stöðulega verið vakningar And today there is út allan heim. And today there is over 2 billion people that reckon themselves as a Christian. Og í dag eru 2 miljardar manna sem And this eru started with kristnir. Abraham. Og þetta byrjaði með Abraham, It was just one man. einn maður, And he pointed to the future. og hann benti til framtíðar. And everybody obey what they should obey in their timeline. Og allir í hans tímalínu And gengu undir þessum þeir áttu að gera. Galatians 3:21 says, Og Galatabrifið 3:29 if segir you belong to Christ, að ef þið eru í samfélagi við Krist, you, þá eru þið, Reykjavik citizens, þeir sem búið í Reykjavík, are Abraham's seed. eru niðjar Abrahams. You carry something in your heart Þið berið eitthvað í hjartan ykkar that is strong, sem sterkt, that can break through. sem getur komið gegnum And brot. when Joachim is standing here, Og þegar Jóakim stendur hér, he's not tall, hann er ekki hávaxinn, he's not strong, ekki svo sterkur, he's not big, ekki stór, but when God breathes on him, en þegar Guð blæs á hann, there is a seed in him þá er sæði í honum that can change the nation. sem getur breytt I þjóðinni. strongly believe that in Ég Jesus' trúi name. því svo sannlega í Jesu nafni. And when God breathes on you, Og þegar Guð blæs á there þig, will be something in the seed that are in your heart. þá er eitthvað í sæðinu sem er þínu You are a hjarta, blessing, að þú ert blessun and you will go and bless other og þú people. munt fara og blessa aðra. It could be a ministry. Það getur verið It þjónusta, could be a church það planting. getur verið að stofna It could kirkju, be a mission to other countries. það getur verið trúboð í öðrum And löndum you can also be the solution for the finance side. og getur líka verið blessun í The fjármála promises hlutanum. is now in us. Þessi lofvörðin eru núna í okkur. Are you stressed about this? Ertu stressuð yfir þessu? You should rejoice. Við ættum að You gleðjast. should stand on your chairs. Við ættum að standa á And you should stólunum say og ættum að hallelujah. segja There halleluja. is a new time. Það er nýr tími. Amen. Amen. Number 6. Númer 6. The church became the carrier. Að kirkjan er the carrier. Vagnin. Vatnin. Getur við sagt það? Já, kirkjan er vagnin. So let me just not preach, but me just tell you my view of what can be the solution for change in Reykjavik. Ég ætla að segja ykkur svona mína skoðun af því sem ég trúi að getur verið lausnin fyrir Reykjavík. I think the local church can be the solution for all the needs in Reykjavik. Ég trúi því að einn staðbundna kirkja getur verið það svo laust sem Reykjavík þarf á að halda. Today there is about 1% of the citizens that are going to church regular on a Sunday. Í dag er 1% þjóðurinnar sem fer reglulega í kirkju, vikulega í kirkju. We need to see that as an opportunity for the gospel. Við þurfum að sjá það sem tækifæri fyrir fagnaðareinindið. So when Abraham have done what he could do, Þegar Abraham var búinn að gera það sem hann gat gert and Jesus said it's finished, og Jesús sagði það fullkomnað, he cannot do anything more. hann getur ekki gert meira, He handed out the keys to the church. þá sett hann lykilinn í hendurnar á kirkjunni. Do you know that this local church had a key to unlock the promises from heaven? Vitið að þessi kirkja er með lykla til þess að opna fyrir loforð Guðs. And Jesus said to Peter, Og Jesús sagði við Pétur, he said that what you say yes to on earth hann sagði það sem að þú segir já á jörðinni will be a yes in heaven. mun vera já á himnum. When you say no on earth, Þegar þú segir nei á that will jörðu, be a no in heaven. þá mun það vera nei á himnum. This is a time for us to say yes, Lord. Nú er tími fyrir okkur til Yes, að segja Lord. já drottin, Yes, Lord. já drottin, Let your will be done. verði þinn vilji, Let your kingdom come. komið þitt ríki, Let it happen.
Látum það gerast. Let expectation come. Látum eftirvæntinguna Let koma. me change Látum verum so I breyting. can be the solution. Þannig að ég geti verið lausn. I receive the promises Ég tek á móti and loforðum I give away the blessings. og ég gef frá mig blessanir. And let's bless Joachim Og blessum Jóakim. and all that will be influenced of a movement. Og það hafi áhrif á umhverfið sitt. The church is the solution for the society's problem. Kirkjan laust fyrir vandamáli It þjóðfélagsins. is not the politics. Það ekki stjórnmálin. It's not the rich people. Það ekki ríka fólkið. It is not the army which you don't have. Það ekki heri sem við ekki höfum. It is Jesus Christ and Það his church. Jesús Kristur og When hans we are kirkja. coming together Þegar við komum saman, according to a common cause, þegar við komum saman í to a clear einingu vision, með skýra sín, we can break through. þá getum við brotist í gegn. We're going to pray the wall down. Við ætlum að byggja vegginn niður And we're going to love the city so they will be touched. og við ætlum að elska borgina þannig að hún verði We will snörtin. give away food. Við ætlum að gefa mat. We will make Við shelters. ætlum að gera skýli. We will make heaven on earth Við munum gera for himnaríki á those people jörðu that's suffering. fyrir þetta fólk sem And the að biggest þjást. need in our society today, Og stærsta neyðin í okkar it is þjóðfélagi í dag loneliness. einmannaleiki. People are dying in apartments that they don't know after 2 months. Fólk að koma upp eða finna stáið We í can do íbúðunum sem eftir 2 mánuði. We can do something with Við this. getum gert eitthvað í þessu. We need to open up our Við eyes. þurfum að opna auð I okkar. want to be the solution. Ég vil vera The church lausnin. have the key. Kirkjan með lykilinn. Amen. Amen. And this is not inspiration. Of course it is, but it's not only Þetta inspiration. ekki bara einhver innblástur. This is a direction. Þetta leiðbeining. Amen. Amen. So what the heck is blessing? Og hvað blessun? Very often we think that is a Mercedes. God, why don't you give me a Mercedes? Have you heard that song? Við heldum stundum að Is þetta that a sé, blessing? við heldum að þetta sé bara Mercedes-Benz. I don't know. Ég veit það ekki. It's not about money. Þetta snýst ekki peninga. It's not about success. Snýst ekki It's not velgengni about fame. eða frægð. In the bottom line of what blessing is, Það sem að blessunni snýst it is a capacity. Það It's Hvað a segirðu? capacity. færni. That capacity to turn around what is bad Færni til þess að snúa við því sem slæmt into something good. í eitthvað gott. Something that are dead Eitthvað sem dautt into life. yfir í líf. Something that are dysfunctional Eitthvað sem virkar ekki into something that is í functional. eitthvað sem virkar. You will receive blessings Þú munt hljóta blessun and you will give og blessings. þú munt gefa blessun And you're going to carry the presence of the Lord. og þú munt bera nærveru drottins. It is so crucial. So that when we praise the Lord, when we worship the Lord, Þegar við lofum Guð, tilbyðum hann, like we did today, eins og við gerðum í dag, that you are receive the presence of the Lord. þá skiptir mála við meðtökum nærveru drottins. Because that presence you will bring to the people. Af því að þessi nærvera, You, það svo nærvera sem við förum you með til have been fólksins. in the presence of the Lord. Þú hefur verið í nærveru drottins. You have received the forgiveness. Þú hefur meðtekið You have fyrirgefningu. received the glory. Þú hefur meðtekið dýrðina. And God will take the glory through you to other people. Og Guð vill koma með sína dýrð gegnum þig til annara. And even to the marketplace. Og jafnvel inn í markaðin. You will be blessed. Þá myndu vera blessað. You will be blessed to create. Þá myndu vera blessuð til að skapa. Maybe in this room, Kannski í þessu herbyggi. there's sitting a person that creating a new app, Kannski eitthvað sem situr hér sem að búa til nýtt app. which beat Facebook and TikTok and Instagram. Sem betra en Facebook, TikTok og Instagram. I don't know. Ég veit það ekki. But when God bless you, En þegar Guð blessar þig, you will have some keys þá mun þú hafa einhverja to break lykla through. til að brjótast í gegn. So in Deuteronomy 8:18 it says, Í 5. Mósebók 8:18 segir: it is God who gives you the power to create wealth. að það Guð sem að gaf þig styrk til að afla auðs. God will work through you
Guð mun vinna í He will gegnum give þig. you power. Hann mun gefa þér kraft, Give you creativity hann mun gefa þér sköpunargáfu to do this. til að gera þetta. Do you believe that? Trúir því? Amen. Amen. Hallelujah. I'm just feeling that we all are tired and I've been a long meeting. I don't know, but let me just drop a little bit, and so I'm going to end this, and the worshiper can come to the Ég ætla front. að fara að enda þetta og lofgjörðar sveitin má koma upp. But when God told Abraham Þegar Guð sagði við that Abraham he will be a blessing to the nations, að hann myndi vera blessun fyrir þjóðirnar, the goal for God was always the nations. þá var takmarkið á Guði alltaf þjóðirnar. Some think that God is just thinking of the Israelites, the Jews. Guð var ekki bara að hugsa Ísrael But og gyðingana. God loves the Arabs. Hann elskar líka Arabana. He loves the Africans. Hann elskar Afríku. He loves the South Africans, the Latinos. Suður Amerikubúana. He even loved the Europeans. Og jafnvel Evrópubúana. It's amazing. Það ótrúlegt. God wants us to go to the nations. Guð vill að við förum til þjóðana. And we need to have this on our mind. Og við þurfum að hafa þetta í huga. The kingdom of God is bigger than Reykjavik. Að ríki Guðs stærra en Reykjavík. It's bigger than Iceland. Það stærra en Ísland. The whole world belongs to Jesus. Allur heimurinn tilheyrir Jesú. So it's the kingdom of God is not only me, Og Guðs ríki það ekki bara ég my church, og mín kirkja, my job, vinnan mín, my little world. minn litli heimur. It is the whole world. Það allur heimurinn. So this Easter, Og þessa páska, God wants to do a covenant with you. þá veit Guð gera sáttmála við þig. He wants you to step into the fullness of God. Hann vil að þú stýr inn í það sem að Guð hefur fyrir And þig. it's coming out of the blessings of Abraham. Og það kemur frá blessun Abrahams. And Jesus opened up the way. Og Jesús opnaði leiðina. So we as a church can live in the fullness of what God wants us to do today. Þannig að við sem kirkja getum lifað í fullnustu í He því wants sem að Guð vill að við you gerum. to step in and step up. Hann vill að við stígum inn og rísum upp. Step in the future. Stígum inn í framtíðina. You step into the future. Stígum inn í framtíðina. Don't let the past define you. Ekki láta fortíðina skilgreina And þig. you just say that, Lord Jesus, I'm here. Og þú segðu bara drottin Jesús I er want to hér. be the solution. Ég vil vera lausnin. I don't care about what is the problem. Mér skiptir But ekki máli I hvað want to be vandamálið the er. solution. Ég vil vera lausnin. And I want to be a part of our church that's moving in that Og ég direction. vil vera hluti af kirkju sem að fer í So þá if átt. the Holy Spirit is talking to you Og today, ef að heilagur andi er að tala til þín í dag, He's stirring up something inside ef of hann að you. hræra upp eitthvað í innra með þér, Maybe there was some prophetic word over you in the past. kannski var í fortíðinni talað spámanlegt orði við þig, Someone dropped some seed into your að life, einhver sáði sæði í lífið þitt and those seeds are still there. og þessi sæði eru ennþá þar. And you're taking those seeds, Þú tekur þessi and sáðkól, you say, Jesus, segir I'm Jesús, taking these seeds, ég tek þessi and I'm sáðkól putting them in the og ground, ég setu í in jörðina, a good soil, í góðan and jarðveg they will grow. og það mun vaksa And this gonna be a breakthrough. og það verður gegnumbrot And because the power are in the seed, af því að það er kraftur í there's gonna sáðkólinu. be a breakthrough in Það Jesus' verður name. gegnumbrot í Jesú nafn. If you believe that, Ef please þú stand on your trúir því, feet. stattu þá upp á fætur. Amen. Amen. Look at that. That is beautiful. Just play a little bit with us. And let's just move into and see what God will do right here tonight. Og við viljum sjá hvað Guð vill gera hér í kvöld. You're standing on your feet because you believe you have some Þú seeds. stendur á fótum af því að þú You trúir stand- að hafa einhver sáðkól. You're standing in a line from Abraham Þú stendur í þessari línu through frá Abraham, Christ. gegnum Krist. You are a new creation in Christ. Þú ert ný sköpun í Kristi. But you want to see more of the seeds that are having a breakthrough. En þú vilt sjá meira af þessu sáðkólnum vaksa upp og koma In gegnumbrot. Jesus' Í name. Jesú nafni. In Jesus' Í name. Jesú nafni. And Father in heaven, we are so grateful
Og Faðir á himnum verður svo þakklátt. Holy Spirit, thank you that you are moving in this room. Heilagur andi, ég þakka fyrir að þú ert að starfa í þessu herbyggi. I thank you for this Saturday night. Ég þakka fyrir þetta laugardagskvöld. It's a turning point for Viðsnúningapunktur many people in fyrir this svo room. marga sem í þessum sal. You see what's going on in their heart. Þú sér hvað er að vera í hjörtum þeirra. Only you know what the promises are. Aðeins þú veist hver loforðin Only eru. you know what the blessings are. Þú veist hverjar blessanirnar But eru. today that you are calling us into the front. En í dag þá ertu að kalla okkur fram. So your light can be on our spot. Til þess að þitt ljós með vera So your okkar líf. presence can form us. Þannig að þín nærvera getið And we mótað will okkur. say we will never be the same again. Og ég segi við munum aldrei verða eins And söm we're going to aftur. prophesy over this church Og við ætlum að spá yfir þessari with kirkju. all those people that are leaning in Með öllu þessu fólki sem and er taking sem spiritually responsibility. stíga inn og taka andlega ábyrgð. There will be a breakthrough. Það mun vera There gegnumbrot. will be a move of Það God. mun vera, There will be new people coming to Guð Christ. mun starfa og There mun koma will, fólk there til will be Krist. continually baptism people. Við munum halda áfram að skýra fólk. Because we're moving into the covenant that you have given Af us því að við stígum inn í þennan sáttmála sem of þú hefur grace gefið okkur. and baptism. Af náðar og And Lord skýrna. Jesus, Og drottin Jésu. I ask Ég bið from this very day að on, frá þessum degi there will be a shift að þá muni svona vera a shift in the atmosphere. breyting á And andrúmslofti we break change. og við brjótum We hlekki, break curses. við brjótum We break bad bölvanir, words. við brjótum We slæmt break orð, all relationships that have been destroyed. við brjótum sambönd sem And hafa verið we eyðilögð breathe life into it. og við blásum líf í There það. is life. Við tölum líf, There is light. það er líf og ljós. There is a new season for the church. Það er nýr tími fyrir In your kirkjuna. mighty name. Í þínu Amen, magna nafni. amen. Amen, Give the amen. Lord a hand. Gefum Guði Give gott the Lord lag. a praise. Gefum honum lof. Praise Him. Lofum hann. Praise Him. Lofum hann. Praise Him. Lofum hann. Praise Him so the devil can hear it. Lofum hann. Lord Jesus, Drotti give Jesús. you all the honor. Við gefum þér dýrðina. You are our King. Þú ert konungurinn. You are our King. Þú ert konungurinn okkar. Halleluja. And I confess in your mighty Og name, ég játa þínu you öflum are nafni. over and above Þú ert all circumstances. yfir öllum okkar kringumstæðum. You are the best. Þú ert sá besti. You are the solution. Þú ert lausnin. You are the peace. Þú ert You friðurinn. are the hope. Þú ert In vonin. your mighty Í name. þínu Amen, máttuga nafni. amen, Amen, amen. amen, amen. Ora sekena manasera broseke. So if you want to give your life to Jesus tonight, Ef þú vilt gefa lífið til Jesú í I'm kvöld. talking about you stepping in to a responsibility Ég tala for, að þú stýgir inn í og takir ábyrgð and stepping into the promises of God. og stýgir inn í lofur Guðs. Because the promises is over the church. Af því að lofurðið yfir kirkjunni. But God is calling you to be the solution. En Guð að kalla þig til að So vera if you laus. feel that, you will be a part of that. Og ef þér finnst þú vilja vera hluta af This því, is a time for you to step in. þá er þetta tími fyrir þig I til að stíga want inn. to see you in the front. Þá vil ég sjá þig hérna fremst. If you're serious to be the solution. Ef þú And you virkilega step meinar og into the vilt vera front laus. right now. Og komdu fram Come to núna. the altar in Jesus' Komið name. alltaf í Guðs. Come to the altar in Jesus' Komið name. alltaf í Jesú nafni. In Jesus' name. Jesú nafni. In Jesus' Jesú name. nafni. Can we just have a worship song? Hallelujah. 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 Let's just keep the prayer going. Just keep the prayer going. Takk heilagi Faðir. Takk fyrir nærveru þína í kvöld. Takk Jesús. Takk fyrir að lýsa ljósið þínu á okkur. Stýra okkur áfram inn í daginn og inn í dagana sem er að koma. Og takk fyrir að ég treysti á þig. Og við treystum á þig. Og þegar við köllum á þig, þá svarar við. Blessed assurance,
Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Så alla med. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, yes, My Savior, the one who will never fail. He will never fail. perfect submission. All is error. I know the author of tomorrow is ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior.